Góðan daginn, við erum mættar aftur. Já, við erum mættar hérna á úrslitin í U15 kvenna. Og Freyja er hérna byrjuð. Já, Íslandsmeistaramótið í grjótklímu 2026. Já, hún er farin af stað í fyrstu leiðinni. Mér sýnst þau hafa ekki breytt henni mikið frá kalla. Nei, ég held að þetta sé nokkurn veginn svona sama. Nokkuð svipað, sko. Já. Það er svo lítill munur þegar maður er komin í yngstu flokkana á, þú veist, kalla- og kvennaflokki, sko. Já, en leiðarsmiðir samt voru með sikkora umferðina fyrir þau í undankeppninni. Já, það er satt, sko. Þannig að leiðarsmiðir hafa metið það þannig að það væri þörf á því líka. Já, það þurfti, já. Ég skemmtileg staðreynd, ég var að þjálfa hana Freyju þegar hún var hérna fyrst að byrja. Já, ok. Mörg ár síðan eða? Nei. Þjálfa hana henni í 7. bekk hóp 1, sko. Já. Hún er fljót að komast áfram, sko. Það var bara 2004 eða eitthvað, sko. Akkurat. Það er fljótt að gerast hjá þessum krökkum á þessum aldri. Já, maður er fljót að komast að stað, sko. Já. Hún komst inn í úrslitin með 84,7 stig úr undankeppni og síðan er það allur skalinn og stigahæst inn í úrslitin var Ronja með 199,5 stig og potturinn var, það voru 200 stigum mest hægt að fá, þannig að hún var nokkuð nálægt því. Og síðan er Emma Líf Sigurðardóttir beint fyrir neðan hana líka með 199,1. Þannig að það er nokkru tilraunir bara á milli. Já, þannig að það voru tvær sem að toppuðu allar 8 leiðir í undankeppni en munur á fjölda tilrauna. Já, en við sjáum Freyja hérna 2 mínútur eftir. Já, og þessi hreyfingat í byrjun. Hún er svolítið óþægileg, maður er svolítið kraminn hana, sko. Já, kraminn og þarf svona að stíga upp og spyrna bara. Og smá samhæfing. Já. Sjáum bara. Hún er samt mjög fjörug og það er mikið orka í henni. Mikið orka í henni, já, einmitt. Það ætti að hugsa hún nálega sem þetta, sko. Já, og svo er þessi fótfesta sem er að stíga þarna og hún er ekkert frábær. Nei, hún er frekar léleg, sko. Þannig að það er erfitt að treysta henni. Já. Og þarna mér fannst svona fóturinn ranna aðeins af. Já. Þetta er svona fótfesta að þú hættir að hugsa mikið hana þá ertu líklega til þess að fara að ná henni. Hún þarf að vera hana, maður má ekki hugsa ómikið, en hún þarf að vera hana ennþá í pælingunum, sko. Já, mér sýnist þarna þjálfari var að gefa henni einhver ráð og það má í þessum flokki. Það má, því að þau eru ekki sett í einangrun. Hún hefur líka vissilega kannski hort á strákana og sé hvernig þeir hafi gert það. Já, og líka með myndbönd fyrirfram. Já, myndbönd, einmitt, já. Frá leiðarsmiðunum. Með þessast ætluðu lausninni frá leiðarsmiðunum. Og við segjum kannski smá frá leiðarsmiðunum. Hann er hérna franskur en býr í Kanada og setur mikið upp fyrir kanadíska liði og eitthvað í Bandaríkjunum. Hann er yfir leiðarsmiður kanadíska landsliðsins og þetta er annað skipt sem kemur eitthvað heimsókn til okkar. Síðast var það í janúar 2023 á RIG og hann segir að það sé búin að vera mikil þróun og framför í klifri á Íslandi á þessum 3 árum. Það er mjög gaman að heyra frá honum. Það er mjög skemmtilegt og hann er mjög næs náungi og ég held ég spjallaði eitthvað smá en ég er ekki búin að spjalla mikið við hann en hann virðist vera að hann fílar mjög lítið betabreiks þannig að hann sé búin að setja mjög mikla hugsun í það. Já. Mér finnst við alveg búin að vera að sjá það er ekki búið að vera mikið svona hægt að brjóta eitthvað þannig sé. Ekki mikið. Ég held kannski svona helsta sem að dettur í hug er í 3. leiðinni sem við sjáum eftir að þar er smá erfiður kross eftir miðjuna. Það sé mjög mikið svona, það er svona hægt að gera á öðruvísi máta, sko. Já, Freyja kláraði hérna fyrstu, náði ekki stigum, en stóð sér bara vel. En mér finnst hann vera, sko, þrátt að hann setur mikið upp í Kanada, þá er hann samt með franska stílinn, sko. Ég verð að segja. Og hann byrjaði að leiðast í Frakklandi, þannig að hann hefur svona... Hann hefur það náttúrulega bara í grunninum, sko. Akkurat. Það sem við í raun kallum franska stílinn að mínum mandi er svona svolítið mikið svona hopp og erfitt slapp og svona skemmtileg hopp, sko. Akkurat. En núna í leið 1 er María Lilja Davíðsdóttir mætt. Já. Hún er líka hann að ströggla aðeins við... Þær virðast ekki alveg trýst sér í þetta hopp, sko. Nei, nú reynum við sem pabbi. Nú reynir samt. Já. Það
Og ég held að sé líka alveg hopp sem að þær geta allar eða þær hafa lengri tíma. Já. En það bara hverjar ná þessu á 4 mínútum. Það það sem þetta snýst Ég hugsa að þetta er náttúrulega U15. Það eru örugglega margar sem hafa kannski ekki keppt í svona móti sem við erum kannski með öðruvísi leiðarsmið og öðruvísi leiðir þá. Nei. Og þannig að það er... Þetta er mögulega fyrsta stórmótið hjá Já, einhverjum hana. þannig að þetta er örugglega, það er örugglega að mæta sínum fyrsta svona sem kallum anti-stíl og þeir mæta svona sem þau eru ekki vön og kannski er ekki mismunandi góð í. Ég hugsa að við sjáum það alveg. Akkurat, og það er mánuður síðan að Rigg fór fram og ég er ekki með listana í úrslitunum það er ekki víst þeir sem eru að koma upp þennan flokk núna, það er ekki víst að allar sem eru í úrslitum hafi áður verið í svona úrslitum. Nei, einmitt. Það er nefnilega svo mikið breyting alltaf í þessu flokki. Já, mikið breyting í þessu flokki, en það eru samt alveg örugglega búin að fara í gegnum þessar 4 mínútna umferðir. Það 100 á æfingum og svoleiðis. Og svo er þetta aðeins öðruvísi að mæta með áhorfendur í salnum. Já. Við erum nefnilega í svolítið svona meiri sal, þú veist, að því eins og Auðsey, þegar við vorum að keppa í klifurhúsinu í gær, þá er þetta svolítið svona bara klifursalur og fólk að labba og eitthvað, en hér eru bara sæti og fólk að horfa og þið eru á bara eins konar sviði. Já. Þannig að ég hugsa... Og við erum búin að setja upp kameruna fyrir þessa útsendingu líka, þannig að það er smá auka pressa. Það er svona meiri pressa á fólki, sko. Já. En maður má ekki láta ná sér, sko. Nei. En já, þannig að María Lilja var 5. stigahæsta á mótinu og Freyja sem saman á 7. og svo fáum við inn smátt og smátt í röðinni sterkari keppendur eða stigahærri keppendur úr undankeppninni. En hún er hérna hægt og rálega að mjaka sér ánga upp. Já, og kemur ekki óvart áttur að hún næði miðjunni núna. Hún á næstu tilraun, sko. Já. En svo lengi sem hann er nógu ákveðinn. Já. Og bara ekki gefast upp, sko. Nei, og mínúta eftir. Númer 1, 2 og 3. Nægur tími og alveg 2-3 góða tilraunir eftir í bankanum, sko. Já. Það er kannski, það tekur smá orku, sko. Gott að hvíla smá á milli. Já, þessi hopp er alveg taka alveg smá út. 30 sekúndur eftir. Manni kannski að við sitja heima og eru kannski 30 sekúndur virðist fyrir að vera svo lítill tími eftir en þegar maður er á veggnum tekur þetta mun styttri tíma en maður er að búast við, sko. Já, alveg. Það fer svo sem eftir leiðanum líka. Nei, maður segir þetta gott, bara satt við sinna frammistöðu. Er Freyja komin í leið nummer 2 og Talía Berglind Hinriksdóttir í leið nummer 1. Já, bróðurinnar Talía var að keppa áðan. Já, fyrir það? Benedikt Hinriksson. Klifursystkini. Það er svolítið af klifursystkinu minna. Já, svolítið. Það vill gerast. Já. Systir mín var að keppa í 17. Já, akkurat. Þú keppur á morgun. Já. Það er gaman að þessu, sko. Já. Litlu systkinin elta, eins og ég sé. Já. Svo, já, þið er síðan yngri bróður líka. Jú, hann er 2 ára og alveg fullu í klifrinu. Eða ekki? Jú. Snemma. Heyrðu, Freyja kemur áfram í erfiða gripið. Þetta er glært grip og það er ekkert grip á því, þannig að það er erfitt að halda í það. Þú hugsar bara vatn, hversu sleipt það er. Já. Þetta er svo svipað. Og þetta er líka í miklu yfirhangi. Já. En þetta var vel gert hjá henni. Það þarf mikla tension, mikla spennu. Já. Til þess að halda maður þarf að spenna eiginlega allan líkamann til þess að geta haldið bara í þetta eina greip, sko. Já, og af því að það þarf svona mikla spennu og kostar mikla orku og það er ekkert, keppendur hafa ekkert margar tilraunir sem eru af góðum gæðum. Nei, gott að hvíla mikið á milli í þessari leið, sko. Já. Taka 2-3 go-go. Sérstaklega er powerleiðin, þetta
svona powerleið, Já. styrktarleið, í miðri umferð, Já. þá viltu ekki eyða allri orkunni í hana því að Já, akkurat. til dæmis leið nr. 3 sem er á eftir það sem við erum ekki búin að sjá hana, hún er líka reynir á mikla orku. Já. Það þarf það svolítið að spara sig, eins og maður kallar það. Akkurat. Getur verið svolítið tricky, það er meira Já. aðeins en maður heldur. Það er margt að taka. En hún er núna að taka aðeins lengri pásu en Freyja og Thalía fer líka aftur á stað 2 mínútur eftir klukkunni. Þannig að ef við erum bara hannaðar, það er nú ekki það mikið. Mér svona sýnist einhvern veginn á Thalíu að hún er erfitt með að treysta þessari fótfestu. Já, smá. Hún vill hann að fara, það er sko, það sést kannski ekki á myndavélina en hann að hvíta gripið sem hún Thalía var að reyna svona sirka að grípa í að pressa sig á er eins og hann að glæra gripið. Þessi hlið á þessu gripið er bara sleift. Það er ekki hægt að grípa í þetta sko, hann að þetta er svolítið tricky. Já. Hún er hann að reyna að grípa en það er bara í rauninni ekki hægt sko. En hún reyndi að fara hann með tána. Já, ég var að spá hvort það sé aðeins svo langt fyrir hann að ná að grípa með tanni. Já, við höfum séð eldri keppendur sem að stráka í U15 ná að gera það. Já. En það í raun bara fyrst eftir hæðinni hvort Já. að það sé hægt og þess vegna held ég að þau hafa hann Þetta auka grip til að í grípa. miðjunni. Já, Af þannig því að- rauninni sko fókusin þarf svolítið að vera að treysta fótfestinu hérna Já. sem hún stígur núna á með vinstri að ná að stíga upp á það almennilega til að grípa í gripin. Og fara í raun með báðar hendur í einu eða báðar hendur í einu í þessu bæði hvítu grip og bara spyrna upp fótinn og grípa á sama tíma. Já, Það er í raun það sem leiðasmiðurinn ætlast og í raun eina leiðinni sem er hægt að gera þetta nema að það ert frekar hávaxinn. Já. Þá getur þú farið með hægra höndin upp í efra gripið sama tíma og tekið tákrók og máti í þannig að neðra byrjunargripið. akkurat. Þannig við höfum ekki séð aðrar en Freyja hann að kemst hann upp og Já, þetta er tricky hann sko. Já, og lítið tíma eftir núna samt. Já. 10 sekundur. Það er ekki... Nægur tími. Nei, það er fara Hún báðar fer af aftur. stað. Ég Ná var þessum svolítið allt í stigum. þetta. Já. Mikið keppniskap. Jæja. Þá rann tíminn út. Nice. Ja, þá er María Lilja komin í leið nr. 2 og Embla Sól Birgisdóttir í leið nr. 1. Já, þá er María Lilja komin í sleipa. Sleipagripi. Vá, og Embla nær þannig. Komin með í stiginn. Já. Þannig að sáum við hreininguna sem við varum að tala um áðan. Hún fer þarna, já! Nær að grípa þarna hratt. Mjög vel Sjúklega gert. flott hjá henni. Já. Þá hún gerði hana 2 samhæfingar í röð sem var eiginlega alveg eins. Og við Veist það sáum, mjög vel. já, mjög vel. Við sáum eiginlega alla strákakeppendina fara hægt í þannig seinni samhæfinguna en það er bara bæði hægt sko. Já. Og bara, þetta leit mjög örugt út hjá henni. Já, Mjög mjög flott hjá örugt henni. klifur. Mjög flott hjá henni. Og María hefur hérna tæpa 3 mínútur. Nægur tími. Alveg nægur tími. Og þarna í yfirhanginu þá það þarf að halda svolítið spennu og svo þarf að passa að reyna að beita fótunum eins vel og hægt er. Þarna einmitt hún nær hælkróknum. Það er í raun Það þessi svona er- intended beta. Já. Og svo þarf að toga svolítið vel á hælnum upp til að komast í miðjuna. Já. Eins og, miðjan. Já, Þetta er já. mjög yfirhangandi veggur hana en síðan er þarna horn og eftir hornið þá verður hann mjög lítið yfirhangandi og það er mjög erfitt að koma sér yfir þetta horn hana sko. Já. Það er í raun erfiðasti partur veggsins. Já. Og þarna hún komst í þetta miðjugrip og svona pínu leit út eins og hún hefði misti fæturnar og Já. það bara hún þarf að ná að halda að spyrna í Spennunni, já. spennunni í fæturnar til að halda þessu Einmitt. eða nota mjög mikinn axlastuð. Einmitt. En hún fer hann að beint aftur sem getur verið bæði gott og vont. Hún er ung, kannski fersk, ég veit það ekki, en
Já. Við höfum líka séð marga matcha að setja báðar hendur í sleipagripið, glæra hana, Já. fara síðan í miðjuna. Já. Veit ekki hvort að það sé léttara ekki en Nei. við sáum strákana gera það áðan. Já. Það er pæling hvort að hún prófi það eða hvort hún heldur sig við þetta. Já, það er spurning. Og ég sá að hún var þarna að ráðfæra sig við þjálfara. Já. Bustar hann aðeins. Já. Gefa sér aðeins betra grip til að grípa í. Já, og svo líka stundum er ágætt að bara taka smá tíma í að busta til að vera vissum að sérst að hvíla þig. Einmitt. Já. Mínútu eftir að klukkunni. Mér er samt svo næst sko þegar það eru bustarar Já. af því að þá eða maður ekki orkunni að busta. Það er Það er ákveð lúksus. Það er smá lúksus. Já. Þarna aftur, bara Nálægt í fóturinn hana. rann af í hoppinu. Og Nálægt í samt sko. Hún fer Mjög beint nálægt. eftir og það er hún þarf þess svona eiginlega af því að það eru bara já. 30 sekundur eftir. Þetta er Þótt hún hafi kannski erfitt að ná kannski toppnum en miðjustigin eru virkilega mikilvæg líka. mikilvæg sko. Nálægt í. Ja. Hún bara segir þetta gott. Þá rennur tíminn út. Jæja, og Og fá að sjá þriðju leiðina. já, og Freyja er komin þá í þriðju. Já. Talía í 2 og Emma Líf Sigurðardóttir í leið nr. 1. Já. Hún er þessi leikmenn hljóðin svolítið, mér finnst hún svolítið skemmtileg sko. Já, Hún reynir, af því maður þarf að vera, hún reynir svo mikið á allan tíman sko. já. Maður má aldrei Halda slaka spennu. á. Já, Og þessi byrjunarstað hana í bleiku í leifum 3 er mjög erfið byrjunarstað. já. Það er mikið spenna. Herðu, Já. og Talía komin að snerti miðina. Mjög góð tilraun. Já. Það er bara, þú þarfst að vera bara pressa og bara alveg spenna frá hausnir í tá allan tíman. Já. Það er mjög erfitt og þessi grip virðast kannski út fyrir að vera góð en þau eru mjög, þau halla þetta mikið, þau Já. eru ekki góð sko, þau eru, Þú grípur aldrei inn Nei. að vegg. Þetta er allt þau halla eru frá veggnum. svona, já, þrýrningur svona, Já. svolítið svona, já, fara ekki inn. Þau eru smá svona slópy. Slómi grip. Þau eru falleg en erfið. Jæja, en Freyja komst aðeins áfram. Já, kemst áfram. Já. Þarna, næri fara. Talía þarna nálægt í að halda miðjunni. Já, ég svona fái ekki Nei, stigin þannig. held ekki sko. Nei. Emma er líka svona smá að, Finna sig upp í já, fyrstu leiðinni. rosalega nálægt í að halda núna. Er. Og alltaf nær að ná þessari samhæfingu. Nær hann að miðjunni. Hún hlýtur að fá þetta dæmt sem miðju. Svo það. En það er samt, veit það samt ekki. Eða af því hvað? Þetta er að tæft. Já, þetta er tæft af því að, sko, til þess að fá dæmt miðju þá þarftu að, þið eru með öryggistöð, já, Já. þannig að nær hún. Sjá hvort hún nær. Já, það er Já, miðjustöð já. hana, en þú þarft að vera í öryggistöð og hreyfa þig úr stöðinni. Já. Þú þarft að ná að hreyfa breytum stöðu Já. í með miðjugripinu. Ég sá ekki alveg hvort ég gerði það, en ég held að það fengi það. Já, erfitt. Það En er hún ekki er nóg að allavega- grípa bara í gripið. Nei, en hún er allan sko, einmitt, 1:20 eftir. Já, Ef hún á orkuna þá er hún alveg að fara að ná að halda, já. held ég sko. Hérna, Þannig að nær hún í núna er hún og, alveg já, örugg. breytir hann stöðu. Já, Þá er hún komin með
Jæja, mikilvæg stig. Já, mjög flott hjá hann að ná, þetta er mjög erfið miðja að ná þarna sko. Já. Bara, Já. þú er flott að ná hann upp sko. Já, og Freyja, ég er aðeins að kíkja puttana, ég held að sýnist hún þurfa teip. Já, þessi gripur öll Já. frekar ný pússið sko. Já. Þannig að þau eru Emma komin aftur þarna línuna. upp. Já. Hún fer hann að reyna að fara hægt. Já. Við höfum séð að það er hægt sko. Já. Þarna, flott hjá. Og það er þarna. Þetta sveiflunni sko. Nei. 20 sekundur, það er Það er tími. ætti að vera nægur tími sko. Já. Össur bítið, sjáum til. Og 5 sekundur. Nær hún. Þetta var tæpt. Jæja. Jæja. Þá er María Lilja komin í leið nr. 3, Embla Sól í leið nr. 2 og Ronja Vignisdóttir í leið nr. 1. Og Ronja var stigahæst inn í úrslitin. Hún er síðast keppandinn til að koma þetta fram. Þannig að þetta er síðast skipt sem ég saman ekki að reyna við leið nr. 1. Embla er hann að nær hælkróknum. Já, hún er nokkuð sterk. Já. Það er þannig að beint við miðina. Nei, er svolítið. Já, reynir að fara upp í kantinn. Við sáum hérna í karlaumferðinni að Gunnar náði að klára leiðina með því að fara með fyrst þarna út til vinstri í gráagripið og síðan. Já, vera svona. Við viljum að það sé þægilegasta besta beta sko. Já, og svolítið setjast á fótinn. Já, en það er mjög erfitt og þarf bara mikla spennu í það eins og þarf við mikið af þessum leiðum sko. Já, og já, maður er eiginlega að reyna að nota viðnámið á veggnum þarna í bleikleiðinni. Og við sjáum að veggurinn skiptist þarna í 2, það er svolítið hotn á honum, sést kannski ekki mjög vel en efri parturinn á veggnum, það sem hann skiptist, hallar aðeins aftur, meira aftur heldur en fyrri, þannig að það er betra að stíga fyrir ofan hotnalínuna þar. Akkurat, og Ronja er komin með miðjustíginn í leið nr. 1. Já. Þannig að, mér er svo skemmtilegt að fylgjast með foreldrunum. Já. Þau eru alltaf svo stressuð. Hanna, Embla næri miðin aftur. Sjáum hvort hún breytir einhverju núna, hvað hún gerir núna. Já, hún er komin í grá aftur, situr þarna og er þarna að reyna að skipta um fót og aðeins með sér jafnvægi þar. Hún grípur svolítið neðarlega í grá og hann er vissilega góður en hann að þú ferð aðeins ofar á hann. Verður hann strax betri. Og María Lilja kemst lengra frá bleik og er að nær inn í. Glæsileg. Flott hjá henni, vá. Og Ronja ströggla aðeins í leið nr. 1. Já, flott. Veitir sér mjög vel. Glæsileg, já. Já, flott. Mjög flott. Mjög flott hjá henni. Maður sér hún með mjaðmirnar mjög náð veggnum. Já. Já, flott hjá henni. Glæsileg. Og fær hann að tap. Mjög flott. Það er hann að tapnum. Já. Sjúklega flott hjá henni. Erfið tapur sko. Já, og Embla Sól að eiga erfiðleikum með seinni helminginn á leið nr. 2. Og Það held ég eitt gott góð í viðbót. já, og Ronja er semleiðis að eiga erfiðleikum með seinni helminginn í leið nr. 1. Það er fótur hann undir grænu gripunum en hann er mjög lélegur. Hann er bara pingu ponsu lítill og þeir eru orðið svolítið sleipir eftir að margir búin að stíga á hann. Akkurat. Þannig Og hún er að reyna að fara bara statist eða svona pressa sig eiginlega. Já, ok, nú reyndum aðeins að fara hraðar í gegn. En það virðast bara mögulega báðar vera búnar. Ronja horfir svo smá tilbaka. Já,
20 sekúndur. Já, förum aftur, hún þarf svolítið, þessi leið þú getur gert hann hratt sko, en Nei, 10 sekúndur eftir hann og tíminn er búinn hérna. allar hínar leiðirnar eftir, þetta er ekki búið, þannig að Já, þetta er alls ekki búið. bara mikið eftir. Jæja, þá er Freyja að fara í leið númer 4. Já, við segjum bæði leið númer 1. Já, og Talía er leið númer 3 og Emma-Líf í leið númer 2. Já. Þessi leið númer 4 mér finnst hún mjög skemmtilega, af því að hún er svona, maður er að dundra alveg þarna upp í miðjugripið, þannig að maður sér svolítið svona stórt hopp og síðan þarf maður að fara bara alveg niður í 0 bara á spennustiginu og gera svolítið svona slapp. Lægja á sér alveg bara. Já, verði bara alveg, maður bara ráða sér niður og fara hægt og rólega í toppinn, sko. Já. Það er þjálfari þarna með Freyju að leiðbeininni. Þetta er svolítið sko mikið hopp, maður er að hoppa svolítið hátt. Já, og þetta er líka svo samhæfingin að stíga á réttum tíma og réttum staði. Einmitt. Því að það er ekki nóg að hoppa bara og þarft síðan að hitta með fótunum. Já. Talía komin vel á veg, nær miðjunni í leið númer 3 og Emma sömuleiðis er hreyfingunni í miðjuna, nær ekki haldinni. Nálægt í samt. Já, og tæpa 3 mínútur eftir að klukkunni líka, þannig að það er nægutími eftir. Freyja er svolítið að teygja sig þarna upp og það vantar bara að bæta við fótarhreyfingunum. Já, það vantar hæslu mun upp á þetta sko. Já. Það er mjög freistandi að fara hægt í þetta sko. Já, Emma er búin að taka mjög langa og góða hvíld núna. Þetta er svona leið sem að tekur mikla orku úr, þannig að það var mjög svona taktískt hjá henni að hvíla sig vel og taka bara góð gæði hjá tilraunum. Hún á einmitt systkini sem er Já. Búið að vera að keppa lengi, þannig að það er ákveðin svona Ég var að þjálfa systurina fyrir 11 árum síðan. Einmitt. Það er fjölskyldin búin að vera lengi í klifri. Já, þannig að hún veit kannski sum taktík og hún lærir frá systur sinni svona smá tips and tricks. Akkurat, en Talía er núna að komast í toppinn. Nálgast þarna. Klára þannig, vel gert. Sjúklega flott hjá henni. Já. En aftur að detta í miðjunni. Svolítið súrt sko. Eitt gott góð í viðbót og þá er hún með þetta alveg. Akkurat, og Freyja fá hérna smá aðstoð frá þjálfara, ráðleggingar og smá pepp með. Hún er með þetta. Og þjálfarar mega vera aðstoðarkenndir í þessum flokki. Leiðbeina þeim. Mínútu eftir klukkunni. Já. Emma komin aftur á stað líka. Fyrir að reyna aftur í miðjuna, sjá. Þetta er aftur eins og við sáum, það var ekki Talía líka sem var svolítið að missa fótinn. Já. En að vinstri fót sem er að hanga á hælkragnum. 30 sekúndur eftir, Freyja gefur þetta allt í þetta. Já. Síðasta leiðin. Já. Hún er að nálgast þetta, þetta er að koma nær og nær og nær. Það er svolítið vantar, hún veit ekki alveg hvað hún ætlar að setja fótinn, hún er að fara rétt upp með hendurnar. Já. Þetta er svolítið trikk í samhæfing, maður þarf að hugsa hendur, fætur, hvar maður ætlar að lenda og... Akkurat. Það er að horfa á rétta stað og rétta tíma. Jæja. Tímar mjög allt sér, en... Og líkur hérna fyrstu keppnindinni sinni umferð. Stóð sér sjúklega vel, sko. Já, algjörlega. Og þá er María Lilja komin í leið númer 4, Embla Sól í 3 og Ronja í leið númer 2.
Já. Sleipagripinu. Sleipagripið. Og það svolítið svona, þetta eru ný grip sem komið svona 2004 myndi ég segja kannski. Já, 2003 þá sjáum við þau fyrst á heimsmeistaramótinu. Einmitt. Sem fram fór í Bern. Já. Og svo voru þau komin í sölu hérna nokkrum mánuðum setna. Og já, við fengum við, hvað? 2005 held ég. Já. Byrjun mögulega. Já, ég held að við höfum pantað þau og það hafi tekið 1,5 ár að fá þau. Já, þau eru miklu eftirspurn, það eru mjög glæný svona og mikið verið að nota þau erlendis. Já, og það er einmitt líka þá ástæðan fyrir að við viljum fá þau í hérna við viljum reyna fá þessi grip öll hérna í hús til að æfa fyrir mótin erlendis herðu og María Lilja er komin núna í miðjuna í leið nr. 4 og þá þarf hún bara að fara að hægja á sér. Já. Sjá, hún er hann í miðjunni og hún tekur smá hana og er að róa sig smá og er að ákveða hvað hann ætlar að gera og það er mjög flott hjá henni. Já, Embla komin í miðjuna í nr. 3 líka. Það er allt að ske. Já, og allar fannst mér, ég var viss að væru allar að fara að komast lengra. Það var svolítið nálægt hana. En já, þessi glærgrip, það er í raun best að vera svolítið sveittur að heitur á höndunum. Já. Þegar maður grípur í þau, aldrei svo vant. En það er svolítið erfitt að vera eitthvað, það er líka ekki gott að vera með kalk á höndunum þegar maður grípur í því. Nei, en svo þarftu kalkið fyrir sko bara í restina af leiðinni. Hingripin. Já, þetta er hvað maður ætlar að velja. Þetta er svolítið tricky sko. Fórna skinn sko. Það er svo sem alltaf þær eru allar hérna aftur í byrjuninni. Þær eru svolítið allar á sama tíma bara. Ótrúlega, Maður sjá hvernig Embla komin í miðjuna, hvað gerir Ronja? Kemst hún er svo nálægt þessu, hún missir hana fæturna. Og nálægt þessu, já. Og Embla líka, þetta er bara að það er að halda mikill spennu þarna. Já. Embla er að reyna að skipta hönd á miðjunni en maður sér að hálfgripið er hann að blokka með öðru gripi, þannig að það er ekki hægt að grípa þar. Nei, einmitt. Það er svolítið svona trikk sem að leiðis mér nota til að gera grip aðeins erfiðari. Já. María er ekki að ná aftur hoppinu í leið nr. 4. Nægur tími eftir. Hanna, já. Nær hún eftir. Næs. Flott hjá henni. Maður sér þetta svolítið svona langt, já. Maður að pressa sig áfram, stíga vel og pressa og treysta fætinum. Treysta, einmitt. Algjörlega. Já. Það sé smá lykilatriði þarna. Þetta er svo mikið, þetta er svolítið erfið. Já, Embla nær, þetta er svo erfitt hana. Já. Nær Ronja hana. Þá er Ronja, nei, bara að segja gott. Þær voru allar svona allt þessu allan tíman. Já. Þá eru næstu kljórar komin á stað. Talía í leið nr. 4 og Emma í leið nr. 3. Já, og leið nr. 2 er bara búin. Já. Það eru allir búin að spreyta sig á henni og við sáum 2 miðjur. 2 miðjur, allavega. Og engan topp. Engan topp. Þetta er hugsaði erfiðasta leiðin mögulega. Já. En kannski hún svona reynir mest á styrkleikana eða power. Já. Þannig að erfiðst upp á það sko. Já, og Emma náði núna miðjunni í leið nr. 3. Fljótan á því, þannig að hún er dugleg að hvíla. Já, og sérstaklega í svona, af því að þessi nr. 3 er kannski ekki alveg mikið power en það var að halda mikið spennu. Einmitt. Þær eru allar hérna eiginlega svolítið hnífjafnar. Það er svolítið spennandi að sjá hvernig þetta endar. Já.
sjá, ef maður fer hérna aftur upp í miðjuna, sjáum hvort hún breytir einhverju. Hún reynir hérna að skipta hönd eins og Embla var að gera, en þetta er svo erfitt sko, því að þú ert í rauninni ekki að grípa á neitt. Nei, það er ekki mikið til haldi. Nei. Og það er enginn múlur að reyna að taka hérna hælkrókinn til vinstri. Nei. Og ég hugsa að það sé gott að þú ert að reyna að skipta hönd. Já, en svo getur það fest Já. Einmitt. Seinna, það er erfitt að sleppa honum. En síðan er það líka að leiðismiðirnir eiginlega vilja þau krossa upp í miðjuna, fara með vinstri í miðjuna og halda síðan áfram, en það er óþægilegt sko. Já. Það er óþægilegt smástund en kemur mann í betri stöðu. Og stundum þær vita það örugglega, en stundum veit maður hluti og gera það samt ekki. Já, einmitt, eða ákveður að þetta sé ekki fyrir, þetta virkar ekki fyrir mig sko. Og sjá, hún er í góðri stöðu en dettur hana af eða puttunir rauninni bara svona springa af sko. Já, og þetta hallar allt einhvern veginn í öfuga. Já. Þetta er smá þannig. Já. Þetta er svolítið erfitt hana. Talía heldur áfram að reyna á hoppinu. Hún er nálægt þessu. Já. Og sko stundum pæli í því að það er hægt að stíga hann upp á byrjunargripið. Já, hún er að reyna það. Já, en stundum held ég að það flæki málunum, það þarf ekki. Og það svona hindrar hoppi í raunin, eins og við sáum hana áðan, man ekki hvað hann heitir. María, við sáum Maríu. Já. Og hún sleppti því að stíga upp og hoppaði beint upp sko. Já. Og það raun held ég virkar betur upp á það að þú truflar sveifluna mun minna og þú ert að lenda í góðum gripum. Já, það er alveg rétt. Mínúta eftir og sjáum við smá svona þegar hún er að stíga á byrjunargripið, þá er eins og líkaminn sé að fara frá veggnum. Já. Það er erfitt að fara að halda áfram og vera nálægt veggnum. Fara inn sko. Úff. Smá fall hana. Brosi samt bara. Allt í lagi með hana. Emma einmitt líka tók aðra tilraun, það er hálf mínúta eftir. Já. Það geta ennþá náð í fleiri stig. Nei, Emma segir þetta gott. Já. Sest niður hjá þjálfara. Talía hættir ekki, hún tekur fleiri tilraunir. Þetta síðast að koma. Já, hennar sleppur hún hann að stíga upp og var nálægt þessu að búið hérna. Þá eru það Embla Sól og Ronja. Embla í síðustu leiðinni og Ronja í númer 3. Skemmtilegt að sjá hvernig Ronja, hvort hún leysir úr hérna þessari leiði ekki. Já. Þeir eru búin að sjá einn topp úr hérna bleiku. Já, flott hjá hérna Emblu. Nær hérna gerir þessa sveiflu vel. Þetta er alveg svo áðan sko í fyrstu leiðinni að hún er að ná að framkvæma þessar svona samhæfingar vel sko. Já. Og það er í raun þessar samhæfingar og svona er svolítið nútíma stíllinn í klifri. Já. Og svo er og nær hérna toppnum. Vá, vel gert. Næslega flott hjá henni. Sjúklega flott hjá henni. Já, þessar samræfingar er í raun svona nútíma stíllinn sko. Já. Það er lagt miklar áherslar þar þess dagana. Algjörlega, og ég myndi segja að samhæfing sé rosalega góður hæfileiki til að hafa. Mjög. Og þetta snýst ekkert endilega styrk eða eitthvað svoleiðis, heldur bara taugakerfið sko, og ákveðnatöku. Það er líka bara, minnst það bara svo skemmtilegt líka. Já. Getur verið svolítið scary, en herri, en Ronja kom með miðjuna og notaði þarna hælkrókinn til að komast út í fjólblað, en það dugði ekki til. Nei. Hún hvílir örugglega bara í smástund hér og fer síðan aftur. Við erum búin að, hún er svolítið eins og í leið númer 2 að missa fætur, missa spennuna. Já, það er rétt hjá þér. Getur verið erfitt sko í svona leiðum þar sem að spenna er já, í fyrsta sæti sko. Já, þetta er rauninni bara svolítið spennu leið.
ná allan að krossa Flott, já. Hún er að gera þetta mjög vel. og sleppir núna hælkróknum og heldur bara áfram. Já, hann er að halda fótunum hann, mjög flott hjá henni. Já, flott hjá henni. Sjúklega flott hjá henni að ná að klára þetta og 2-3 andartök þar sem ég var ekki viss hvort hún myndi halda, en hún hélt bara. Sjúklega flott hjá henni. Gott að leyfa ekki fyrir tilraun að hensi niður og ná bara að læra af mistökunum, mér finnst það mjög flott hjá henni. Já, algjörlega. Skiptir máli. Já, og núna þá það er toppuð báðir, þannig að við bíðum bara eftir að rólega eftir. Klukkan, telji niður. Já. Og þá fáum við Emmu hérna bara í leið númer 4 og leið númer 3 er bara búinn í dag. Já. Þetta er spennandi. Þetta er spennandi. Já, Embla er með 2 toppa. Já. Og 2 miðjur, eða ekki? Jú. Þannig að og miðju hana, já, einmitt. Hún er hérna í ég held að hún sé nokkuð góður stöðu, en við eigum síðan eftir að fá uppfærðar tölur frá dómurunum. Við erum náttúrulega bara með bráðabirgða. Já, og við erum ekki komnar með niðurstöður öllum leiðum. Nei. Þannig að það kemur bara ljós. Já, þetta kemur allt í ljós. Já, og við erum ekki búin að fá í þessari umferð neinar áfrýjanir. Nei. Eða atvik sem það getur eftir áfrýjana. Nei. Það voru 2 áfrýjanir í karlaumferðinni, U15. Það var svolítið spennandi. Já, æsispennandi. Það var bara skemmtilegt. Já, hressandi. Já. Ef þið horfið á það, þá erum við búin að læra hvernig áfrýjanir virka, en við fyrir nú kannski ekki að útskýra það ef við lendum ekki í því. Það er nú þægilegra. Já, þá kemur skipttíminn og Emma Líf gerir sér tilbúna til að fara í leið númer 4. Við fer hana beint. Já. Í miðjuna ákveður að gera það. Hún er samt með mjög mikið kraft í hugsa hún ná þessu alveg. Hún er með rétta hugmynd líka, sleppir hann að fara upp í byrjunargrifið. Stíga á byrjunargrifið. Já. Sjá, fer hann aftur, sjáum hvað hann reynir. Já, hérna, flott hjá henni. Sjúklega flott hjá henni. Stökk hún ekki í miðjugripi heldur í hitt og það bara borgaði sig algjörlega. Já. Svolítið erfið hann að... Smá pressa. Já. Maður er þannig alveg... Já. Er smá að detta út hana. Já, koma svo... Új. Jæja. Þetta er svo erfitt sko, svona fóta, að renna svona fótanum sko. Allt í einu sko. Já. Og þarna bara... Maður fær alveg í magann sko, þegar maður dettur svona. En það er bara að standa upp og gera eftir. Já. Og hún... Nægur tími. Heldur betur. Skemmtilegt að sjá hvað það er orðnar sterkar og flinkar í þessu. Já, algjörlega. Já. Með það. Hún ákveður að bursta. Já. Það er sniðugt. Þetta er bara einmitt, mjög góð hugmynd. Margt er búin að grípa í þetta og það er svolítið sleift sko. Og ég held sko... Á fótur líka. Já. Embla er fyrsti keppandi sem ég sé þarna sem að skiptir fót á Ghost-fætinu sem standa í lokin og standur á vinstri. Já, og við séum Emma er líka reynd það. Já, ég bara sé keppendur sem standa áfram á hægri fætinu og síðan tilla vinstri annarkvort í miðjuna eða hitt. Ég held að það sé intended, sko. Já. Það er það sem leiðsmiðirnir voru að hugsa, sko. Örugglega.
en hitt gæti verið þægilegra, en það fer náttúrulega bara eftir hversu liðum maður er. Já, hvernig... Hvort að maður getur sett fótinn upp. Já, einmitt. Þetta Og líka hvernig þú passar í kassan. Einmitt. Hvaða plássi sem er í boði. Einmitt. Ég held að Emma ekki kannski sátt núna. Nei. Hún veit getur þetta. Hún er alveg með þetta. Hún Hún þarf bara og hefur mínútu. að róa sig aðeins niður eftir miðjuna og þá er hún alveg með þetta. Það er svolítið erfið pressa hana. Eftir miðjugripið. Flott. Já. Alveg með það. Já, það er tími. Nægur tími. Já. Þetta er hana. Anda að taka einn góðan andardrátt og svo negla. Vanda sig, já. Já. Svolítið erfitt. Já, núna er Sýnst hún svolítið... kallar þetta gott hana. Orkan svolítið búin. Já. Nei, hún segir þetta bara gott. Já. Jæja. Þá Ég flott hjá henni. síðustu keppandinn hérna í U15 kvenna, Ronja Vignisdóttir. Og hún var fyrst inn í þessi úrslit, stigahæst inn í úrslitin. Já. Og er eins og staðan er í öðru sæti. Já. Og já, ég er að reyna að reikna hvort hún eigi möguleika á að komast upp í fyrsta en ekki. Já. Ég veit það ekki. Jú. Það er möguleiki að það fari eftir tilraunum, sko. Gæti verið, en nei, ég held ekki að því að Nei, það er vantar einmitt auka. 0,1 stig upp á það. Já, líka því að hún Embla er með 2 són og 2 toppa en Já. Ronja er bara með 1 topp Einn núna topp núna, og 1 són. 34. Já, nei, Já. það er ómikil munur þarna. Já. En Næla sér í sem flest stig samt þetta. já, það er líka skemmtilegra að þær eru jafnar í öðru þriðja, Ronja og Marja Lilja, en af því að Ronja var stigahærri í undankeppni, Já, þá er hún þá núna hún ofar. í öðru sæti. Akkurat. Sjá. Þetta henni, já, vá, mjög flott hjá henni hérna. Hún nær að gera mjög vel hérna, stíga upp á. Maður sá að hún steig nær vegnum frekar en frá honum og það er alveg, það virkaði vel. Já, ég er persónulega mjög léleg í svona, þannig að mjög vel gert hjá henni, sko. Já. Það er svolítið svona kúnst að fara inn þegar þú varst í raun og leiðin út. Já. Flott, já, nær hún þessum topp hana. Hún er, já, flott hjá henni. Dómari rétt upp hendina. Já. Þetta er smá tæft, en dómari er á þessu. Dómari rétt upp hendina. Já. Og þetta er í rauninni ekki stig heldur sem að Breytir engu, sko. niðurstöðu mótsins heldur. Þannig að já, mjög flott hjá henni. þá er óstaðfestar niðurstöður. Já. Í þriðja sæti er það þá Marja Lilja Davíðsdóttir, öðru sæti Ronja Vignisdóttir og fyrsta sæti Embla Sól Birgisdóttir. Já. Þetta verður síðan allt staðfest, það er tími til áfrýjunar, þannig að það er möguleika eitthvað breytist en ólíklegt sýnist okkur og það kemur þá inn á klifursamband.is. Já, það er bara ótrúlega vel klifrað hjá öllum og já, við þakkum bara fyrir okkur. já, takk fyrir áhorfið.